Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla aðeins meira ASÍ, Alþýðusamband Íslands eða hvað heita nú. Og ég ætla að taka þessi samtök í svona létta geðrannsókn. Og ástæðan fyrir því að ég botna ekkert í þessum samtökum og vinnubröðunum hjá þeim. Og eins og einn mætur maður sagði, hann herra Einstein, það talaði hann að það væri geðveiki að gera sama hlutina aftur og aftur og að búast við annari niðurstöðu. Og þannig eiginlega ástætt með ASÍ. Það samningur eftir samning, alltaf verið að tala að í næstu samningum þá sé þetta allt saman að koma, í næsta samningu verði allt mikið betra og á næsta samningu þá vinnum við betur, undirbúum okkur betur undir samningin og þetta allt saman alveg að koma í næstu umferð og þetta búið að segja bara alveg frá því ég man eftir mig til dæmis. Ég bara man ekki eftir öðru en að þetta sé alveg að koma. En svo kemur aldrei neitt og þetta lið að sunka fólki neðar og neðar ofan í fátækt og ef að framfærslumarkmiðið 300 til þess að lifa, einstaklingur lifi á Íslandi þar 300.000 og hann fær útborgað 200.000 þá vantar honum 100.000 upp á bara það að geta lifað og svona fyrir þá sem eiga erfitt með stórar tölur eins og mér sýnist að sumir eiga erfitt með að þetta þýðir að ef að þú ert með 3 eða ef þú ert með 2 mínus 3 þá útkoman mínus 1 sem þýðir að á hverju ári fólk með mínus 12 sem að þýðir að fólk þarf annarkvort að lifa á loftinu eða stunda einhverja aðra starfsemi eða þetta dæmi bara gengur ekki upp. Það bara einföld starffræði. Og ég gerði nú einmitt ból í tilefni af þessu dæmi ef að þið viljið styrkja þið og mig endilega kaupa þennan ból. Verið bara róleg, á morgun allt ókeypis. Keep calm, tomorrow everything is for free. Og þetta eiginlega motto ASÍ og verkalýðshreyfingarinnar sem náttúrulega ekki fyndið, þetta eiginlega bara sorglegt að það svo mikið af fjölskyldum og lífum sem eru í alveg skelfilegri stöðu. En ég ennþá hef verið að kafa í undur Alþýðusambands Íslands og inn á heimasíðunni þeirra og þar hef ég fundið ýmislegt svona forvinnilegt og þar datt til dæmis niður á þetta skjal Alþýðusamband Íslands og ég ætla nú bara aðeins að renna svona yfir þetta í rólegheitum. Það 108.000 manns í þessum samtökum. Þannig getið ímyndað þvílík starðir á þessum. Og byrjar að tala hvað ASÍ, samnafnari, samstarfsvettvangur og samnefnari og ég veit ekki hvað og ASÍ vettvangur þekkingar, uppbyggingar og Evrópumálum. Ég mun nú setja linka á þetta fyrir neðan eins og venjulega. Og námskeiðahald og þeir eru með menntastefnu. Nú síðan svona mynd af þessu, það alltaf svo gott fyrir okkur að fá myndir að þeir að tala sjáu þið fjöldan í þessum félögum. Þetta Landssamband Verslunarmanna, VFR, RSÍ, þetta gríðarlega mikið af félögum og þannig að þetta lið í raun ræður öllu sem það vill ráða. Þetta hugsanlega einn af valdamestu samtök landsins
og ef að þeir að reyna telja okkur trúum það að þeir get ekki hækkað lágmarkslaunin til dæmis upp í 350.000, ég tel að það eigi bara sitja 350.000 sem lágmark sem að fylgja þessu framfærslu viðmiði. Og aftur að því að ég áttam á því að þetta fólk getur ekki hugsað mjög flókna hluti, þá ætla ég að sýna ykkur hérna teikningu sem ég gerði fyrir kosningarnar. Og þetta þarna þríhyrningurinn, Maslow þríhyrningur, held ég hann heiti eitthvað slíkt. Og þetta það sem við köllum þarfa þríhyrningurinn. Og það sem númer 1 svona líkamlegar eða efnislegar þarfir, eins og súrefni, vatn, matur, hvíld og fleira slíkt. Og númer 2 öryggi, húsnæði, vinnuöryggi og tryggingar. Og Alþýðusamband Íslands ekkert einu sinni búið að ná að fylla upp í númer 1. Þeir bara falla á prófinu. Þeir ekki einu sinni búin að fylla hérna neðsta þrepið. Síðan sjáum við þegar maður fer ofar í þennan píramída, þá kemur svona kærleikur og frægð og síðan fullkomið frelsi. Og þetta bara vísindalega þekkt. Og þá fer maður að velta fyrir sér allt þetta lið sem að vinnur á ASÍ og þeir eru svo elskulegir að birta yfirlit yfir það fólk sem að vinnur hérna forseti og varaforseti og síðan gjaldkeri, fulltrúi, matra og bókar og svona, þetta allt eðlilegt. Og síðan hérna upplýsing á kynningamál, síðan hérna 2 lögfræðingar og síðan hagfræðingur, verðlagseftirlit, hagfræðingur, hagdeild og hagfræðingur. Og síðan hérna fræðsludeild og einhver sérfræðingur og verkefnastjóri og svo félagsmáladeild og sérfræðingur í jafnréttismálum. Og þetta fólk virðist ekki einu sinni hafa lært þetta hér í skóla. Að þetta svona það fyrsta sem maður þarf að læra. Eða fyrsta sem maður þarf að gera. Maður þarf bara að tryggja það að allir hafi mat og hvíld og súrefni og vatn. Þetta hljóta allir að skilja. Og ég skil ekki hvernig þetta fólk að telja okkur trú það að það kunni ekki að leggja saman 2 og 2 og fá út úr því 5, nei ég meina 4 fyrirgefi. Að þetta fólk virðist bara fá einhverja rugl tölur út úr öllu sem það gerir og það snýr öllu á hvolf. Og það kannski bara nokkuð eðlilegt. Og svo hérna, já, ég ætla að sýna ykkur, hérna svona hvernig þetta valdið í ASÍ, munið valdstjórnin alltaf hérna, þið horfðu á lögreglu myndböndin. Og þetta hérna kerfi svona óbóðslega óendurnýtanlegt. Þetta ekki sjálfbært kerfi. Þetta lið situr hérna alveg eins og mýja á mykjuskán. En sjáu þið síðan hér. Það alþjóðanefnd, atvinnumálanefnd, jafnréttis- og fjölskyldunefnd, kjar- og skattanefnd, lífeyris- og tryggingarnefnd, menntana eða þið sjáu þetta bara hérna. Og hérna ASÍ málsvari fyrir, og tala við alþingi og stjórnvöld, ég held að það var nú það sama, samtök, atvinnurekanda, önnur samtök, alþjóðlegum verkalýðshreyfingum og þeir hérna, svo kemur þetta hérna, já þetta þeir sem vinna hérna og svo kemur hérna upptalning hjá þeim og það hérna svolítið athyglisvert, það þetta grundvallar viðhorf verkalýðshreyfingarinnar og hérna og þeir eru bara í alls konar pælingum og ég var, eins og ég segi, ég var að glugga á inn á ASÍ í dag og var svona að skoða þetta. Svo fór ég alltaf að velta fyrir mér, býtu, hvaða lið þetta? Hverjir eru þessir ASÍ? Þeir eru bara að sita upp hérna eða kíkja á heimasíðuna þeirra. Þeir eru með hérna bara alls konar pælingar og hérna skoðun ASÍ, alþjóðamál, atvinnumál, já, sem ég var að fara yfir áðan, ASÍ krefst, allt hérna. En býtu, náttúrulega að segja ykkur alveg einstakar fréttir
það hérna verið að reka kerfi sem að heitir Stjórnarráð Íslands sem með þetta allt saman innifalið. Akkur er ASÍ að velta fyrir sig einhverjum menntamálum, einhverjum alls konar og utanríkismálum og alls konar ruglpælingum. Hvað er ASÍ? Er það ríkisstjórnin í ríkinu eða eru þeir stjórnmálaflokkur? Þessi síða ASÍ bara, ef maður kemur inn á hana bara, já, þetta svaka flottur stjórnmálaflokkur hérna komin. Strákar, krakkar, vitið hvaða flokkur þetta hérna? Það kom eitthvað ASÍ, það AXA eða? Hvernig kýs maður ASÍ? Þú veist, þetta ekki stjórnmálaafl, þetta verkalýðshreyfing. Og verkalýðshreyfing virkar ofboðslega einföld. Það svo einfalt ekki verkalýðshreyfingu. Þú segir, sko, 350.000 kall lágmarks lifibrauð á Íslandi í dag og ef að það eitthvað jaml eða föður að það séu lágmarkslaunin, heyrðu, þá fara hérna 100.000 manns í verkfall, góðan daginn. Þá fara hérna 100.000 manns í verkfall. Og þið getið ímyndað ykkur hvað það myndi þýða. 100.000 manns, þetta nánast allt vinnuafl Íslands. Og svo eru þessir geðsjúklingar á ASÍ, ég verð bara að segja þetta eins og þetta kemur fyrir. Þetta fólk geðsjúkt. Og ég ekki að segja það. Það hérna Alli Einstein, hann að segja það. Þetta fólk bara haga sér eins og geðsjúklingar. Þetta geðveikt. Og svo hérna ég ætla að renna með ykkur hérna yfir svona fréttir, sjáðu svarti listi ASÍ tilgreina fyrirtæki sem standa við verðhækkanir. Þeir fannar að sitja hérna einhverja fyrirtæki á svartan lista. Þeir mega bara sitja verðin alveg eins og þeim sýnist. Þeir bara frjálsir. Hvað halda þessir ASÍ menn að þeir séu? Hlaupandi út allan bæ og berja hausinn á einhverjum fyrirtækjum. 10 fyrirtæki á svörtum lista. Passið ykkur, nú vondisveinninn að koma. Og hérna lítið fyrirtæki, kannast nú aðeins við eigandan, sem var allavega eigandi, þessi pínu litla fyrirtækina sem að selja svona krydd. Og hún má bara hækka verðin alveg eins og henni sýnist. Hún þarf ekki að fá neitt leyfi hjá ASÍ til þess að hækka verðið hjá sér. Hún kannski búin að vera að draga verðhækkun í 5 ár. Svo núna hugsa hann bara, já, ég get nú ekki gert það lengur, ég verð að hækka verðið hjá mér. Við vitum ekkert það. ASÍ bara tekur hérna lítil fyrirtæki og stefnir að því að taka þau af lífi. Hvers konar fasistar þetta? Þetta geðsýki. Þetta algjör geðsýki. Og svo þetta svo skitsó leið að þeir eru út allt að ríki fyrir málsókn við ríkisvaldið. Og höfðar mál út á einhverjum sköttum á lífeyrisgreiðslur og þeim náttúrulega bara sparka þar út af því þetta fólk ekki bara heilt á geði. Þetta fólk ekki í lagi. Og sko, þú byrjar heima hjá þér að fá eitthvað vit í það sem þú ert að gera. Og þeir bara horfa á, já, hérna við erum með 100-150.000 mann sem vinna og borga okkur fyrir að gæta hagsmuna sinna. Það er fólk sem að borga okkur fyrir það og við byrjum hérna bara á númer 1 og númer 2. Ég myndi segja að númer 1 og 2, ef að númer 1 og 2 ekki, númer 1 og númer 2 í þessum píramída ekki uppfyllt, þá fara 150.000 manns í verkfall á morgun. Það þarf ekki að ræða það. Það þarf ekki að velta því neitt upp fyrir sér. Það þarf ekki að vera japla, jumla og föðra yfir því og vera að fara í einhverja málsóknir hægri vinstri út af
út af einhverjum 0,0008% skatti eða eitthvað slíkt. Ríki getur bara lagt þá skatta sem því sýnist, en það hefur þá kannski einhverja afleiðingar. Þá segir ASÍ að þá förum við bara í verkfall, eða þeir segja bara þá bara hækka launakrafan í næst og síðan bara reiknaður út hvað þarf að koma mikið í næstu kröfu til þess að uppfylli sig, og svo geta það náttúrulega bara hreinlega verðtryggt launin ef það eitthvað vesen. Og þeir sem að bera ábyrgð á fátækt á Íslandi þetta lið hérna. Ef þið viljið finna þá sem að bera ábyrgð á aukinni fátækt á Íslandi, þá þetta lið hérna. Þið þurfum ekki að leita neitt lengra. Það þetta fólk og þessi hérna, þetta lið hérna allt saman. Þetta systemið sem ber ábyrgð á fátækt á Íslandi. Og þeir eru bara svona einhverjir stjórnarráðs wannabe. Þeir ætla bara að byggja upp allt eins og ríkið. Hvers konar rugl það? Þetta bara komið út í einhverja geðveiki. Og hérna sjá það, hann heldur áfram, vill ekki að lífeyrissjóði veiti sér kjör, og hann sem sagt, það ekki búið uppfylla þetta hérna, númer 1 og númer 2, og hann hérna fuðrandi út allan bæ einhver, já við viljum svona húsnæðiskerfi, hinsegin húsnæðiskerfi, við viljum gangi í ESB, við viljum gera þetta og við viljum gera hitt. Heyrðu þið, herra ASÍ, halló, farið þið bara að vinna vinnuna ykkar. Þið fáið greitt frá þessu fólki sem að sofa í bílnu sínu með börnunum, af því það á ekki fyrir neinu. Og þið berið ábyrgð á því, og það þýðir ekkert að vera hlaupandi um allan bæ og benda á ykkur aðra. Hvað að ykkur? Hvers konar geðsýki í gangi þannig á göngunum hjá ASÍ? Og þessari verkalýðs, ég vil nú ekki segja fórustu, heldur verkalýðs fórapytti, verkalýðs fórapyttur. Og þið kunnið ekki að skammast ykkar einu sinni, sem að reyndar lýsing á psykopötum. Þeir kunni ekki að skamma sín. Og fólk bara ekkert lengur í þessu að allt verði frítt á morgun dæmi. Og þessi hugmynd ættu frá Ástralíu. Það var á bar sem stóð hérna á morgun allt brennivín frítt, allt frítt á barnum á morgun. Svo komst á morgun og sagði bara, akkur ekki allt frítt, það stóð allt frítt á morgun og nú ég komin, nei, það á morgun sko. Og svo, já, á morgun, já, ok, svo komstu daginn eftir, þeir ekki allt frítt í dag þá, nei, á morgun allt frítt. Og þetta leikurinn sem ASÍ að leika við fólk sem á ekki fyrir tannviðgerðum hjá börnunum sínum. Börnin eru með ónýta tennur jafnvel fyrir lífstíð út af þessum sirkus. Fólk sefur ekki á nóttunni. Fólk leggjast inn á sjúkrahús út af bara áhyggjum. Og þessi skrípaleikur verður að fara að stöðvast. Og ég vil reynda að senda kveðjur til Akranes og Húsavíkur, og þið ágætu verkalýðsfélög á Húsavík og Akranesi, þið getið ekki bara verið að nöldra og væla í fjölmiðlum. Þið verðið bara að fara á morgun og stofna ný samtök. Sko, þeir sem eru með 190.000 krónur á mánuði, að þeir hafa bara ekkert efna á svona liði. Milljón á mánuði, 500.000 á mánuði, að hvað þetta fólk með í laun. Og þetta allt saman fyrirmyndar fínt háskólafólk sem að einhver sem með 195.000 á mánuði eða 200.000 eða hvað það svoleiðis einstaklingur hefur ekkert efna á svona fíneri. Svoleiðis einstaklingur hefur ekkert efna á einhverjum svona pólitískum og að vera tvöfalda allt stjórnkerfið. Ég meina það fyrst borgar fólk 50% af laununum sínum í skatt og svo borgar fólk inn í þessa vitleysu og svo fær það ekki laun. Og sko, fólk hefur bara ekkert efna á þessu.
Þetta gengur ekki upp og skömmin verður að vera það sem skömmin á heima og strákar á Akranesi krakkar á Akranesi og Húsavík, kippið þessu nú í liðin farið úr samtökunum strax á morgun eða eftir helgi og hættið þessari hringavíls. Takk fyrir og bless.